Já, komið þið sæl á ný. Þá erum við komin hérna aftur tilbaka, bara heila á húfi held ég flest. Það séu bara allir með hérna ennþá sem voru byrjuðu, þannig að það er frábært. Þetta er búið að vera reynda mjög skemmtilegt og gaman að við skildum þurfa að framlengja, þannig að það hafa verið líflegar umræður alls staðar. Þá er sem sé næsta mál á dagskrá, það er að hópa stjórarnir, þeir ætla að segja okkur svona í stuttumáli hvað hérna var rætt og hvað var svona mest áberandi í vinnuhópunum. Þau hafa alveg frjálsar hendur það við miðað við að væri svona ekki meira en 5 mínútur. Byrjum bara á hópi A, það er Margrét Harpa og Auður Erla. Gjörðu svo vel. Já, ekki bara að byrja og Auður, þú bætir bara inn í, þú tókst niður punkta. Hugsunin varandi umferð og aðkomu, það var náttúrulega bara að hugsa umferðarflæðið vel, það þarf bara að hugsa þetta hvernig sem þetta er í dag en að hugsa bara vel aðkomu hvort sem er gangandi eða akandi umferðar. Og náttúrulega umferð og öryggismál skipta miklu máli. Varðandi skipulag bygginga og útisvæða, fólki leist vel á tillögur númer 5 og 7. Það þarf kannski að kostnaðarmeta svolítið já, fólki leist eiginlega best á ef að völlurinn yrði færður allana til hálfs og þá væri meira rými fyrir bílastæði og þess háttar. Það þarf að huga að bílastæðum fyrir sem sagt stærri viðburði og þess háttar. Það er svolítið lítið að bílastæðum ef við erum að halda vellinum á sínum stað og þjappa þessu öllu þarna niður inn á það svæði eins og hugmynd númer 7 gerir ráð fyrir. Þannig að það þarf að hugsa sem sagt, já, það mætti kostnaðarmeta tillögur númer 5 og 7. Sjá til dæmis hvað kostar að rífa upp núverandi bílastæði, hvað kostar að færa sparkvöllinn, byggja nýja sparkvöll og þess háttar. Þannig að það er svona erfitt að gera upp á milli þessara tillagna. Hvaða starfseminni á að vera innan skólasvæðisins, fólk var almennt ánægt með bara að það væri sem mest innan skólasvæðisins, mun eftir tónlistarskólanum, að þurfi ekki að vera að labba í önnur hús til að fara þangað. Og ég innti líka eftir því hvort að vinnuhóparnir væru á réttri leið með þetta, að vilja hafa þetta allt þarna í einni byggingu eða á sama stað. Og það var samhljómur það að fólk vildi að þetta væri á einum stað. Það væri mikill kostur. Þannig að, já, er eitthvað sem ég er að gleyma Auður? Nei. Þetta er svo sem meira niður njörfa bara blaði en þannig að þetta var bara svona held ég. Já. Það er svona það sem var. Já, ok. Ekki að hafa þetta lengra en þarf. Takk fyrir kærlega. Já, við eigum þetta svo allt þessa punktar niðurskrifaða og hérna, þá er það hópur B, það er Kristín Sigfúsdóttir sem ætlar að sjá það. Það er betra að hafa eitthvað hljóð. Takk fyrir það, Ágúst, og gaman að sjá ykkur öll. Í byrjun kom fram hérna þökk fyrir þessa vinnu sem að búið er að leggja að hendi og það var að tala metnaðarfullar og vel unnar tillögur. Það var töluverð umræða íþróttavöllinn, já, og þá líka hvenær í ferlinu hann myndi koma samhliða skólabyggingunni, kemur hann eftir á, ef hann er færður, snýst það þá að það sé kannski ekki íþróttastarf í gangi í 23 ára með að vera að bíða og slíkar vangaveltur. Aðeins var svona verið að ræða ef að félagsmiðstöð kæmi inn í þetta, mikilvægi þess að ef að það væri að félagsmiðstöðin væri þá sérrými, væri ekki endilega samnýta rými með skólan og þá sérstaklega með það í hug held ég að það væri svona þessi fjölbreytni og fyrir krakkana. Já, og fólk var sammála það að það gæti verið svolítið erfitt að mynda sér skoðun öðruvísi að vita betur þetta með íþróttavöllinn.
Og fólk var að velta fyrir sér þetta ef að völlurinn yrði ekki færður, að þá komur svona vangaveltur bílastæði, leiksvæði og einhvern veginn fannst mér nú eins og fólk svona væri nú frekar á því að þetta yrði ansi þröngt ef þetta og allt að komast fyrir innan sem sagt, svæðisins fyrir utan íþróttavöllinn. Og þar kom líka fram að með því erum við líklega að fórna sparkvellinum, að minnsta kosti þá á þeim stað sem hann er núna. Og það var líka rætt að það kostar, þó að íþróttavöllurinn yrði ekki færður, að þá þyrfti alveg klárlega að byggja upp þann völl sem nú er og það myndi líka kosta. Það var rætt líka aðrar byggingar í öllu ferlinu sem mikilvægt að gera ráð fyrir því að það losna kannski einhverjar byggingar og einhver rými sem hægt er þá að nýta. Og varðandi það ef að völlurinn yrði ekki færður, þá kom líka fram ábending það að hvað gerum við þá ef við þurfum svo hugsanlega að stækka enn frekar einhvern tíma síðar. En þá kom fram líka að í dag er verið að svona reikna fermetra út frá töluvert meiri fjölda barna en er í skólunum okkar í dag. Þannig að það er alveg gert ráð fyrir því að það verði töluvert fjölgun innan þessa stærða sem verið er að ræða Það kom fyrirspurn Þrúðvang 8 og 10, hvort að það var eitthvað möguleiki að sveitarfélagi myndi kaupa upp þau hús og nýta það pláss inn í þetta dæmi allt saman og við vorum svo heppin að hafa Ágúst í okkar hópi og hann svaraði því til að svona þessi umræði hefði alveg komið til tals en bæði væri svona vangaveltur það hvort að þetta væri nógu stórt svæði til þess að hvort að það tæki við eða nógu stórt svæði með þann kostnað sem það myndi hugsanlega ég er að reyna að klöngra þessu út í mér á réttan hátt. Það er sem sagt pósthúsið er annað húsið og Rangárþing ytra á hluta í því en þar eru ljósleiðarar og ýmislegt svona dót sem gæti verið mjög dýrt að flytja. Þannig að þetta er ekki endilega sjálfgefið að þetta sé hagkvæmt og eitthvað sem sé endilega æskilegt að gera. Það voru hugmyndir eða svona hugleiðingar það hvað skóladagheimili færi, hvort að það færi hugsanlega inn í leikskóla, núverandi leikskóla og eins þetta með tónlistarskólan, eins og kom fram áðan líka mikilvægi þess að tónlistarskólinn sé innan skólasvæðisins. Fólk var líka upptekið af því að það sé mjög mikilvægt að huga vel að bílastæðum og að vera búið að hugsa þau svolítið vel út áður en farið þeirra stað. Ekki fara að búa til bílastæði og ætla svo að fara að skipuleggja þau eftir á. Og svo var líka svona vangaveltur það hvort að íþróttavöllurinn ætti hugsanlega að fara eitthvað annað og þá komu vangaveltur hvort það sé ekki æskilegt að hann sé inn í þessari miðju, búningsaðstaða, sundlaug og allt er á svæðinu. En þetta voru bara svona vangaveltur. Svo vorum við líka að skoða bara íþróttavöllin í framhaldi og þar kom líka fram að skólinn er með útisvæði sitt í útjaðri þess svæði sem að Rangárþing ytra á og að skólafólki sé mjög annt það svæði. Og svo kom líka fyrirspurn það hvort að sveitarfélagið ætli, þetta hljóta að vera mikill kostnaður að fara bæði út í skólabyggingar og að fara að byggja upp nýjan íþróttavöll og hvort að sveitarfélagið ætli út í svo stóra framkvæmd. Og svo var það bara þetta með umferð og aðkomu og allir saman það að það er mjög þröngt, öll aðkoma er mjög þröng eins og hún er í dag og mikilvægt að huga vel að þeim málum
og geti verið góð hugmynd að færa umferðina yfir á Þingskála og Dinnskála. Og síðan voru það hitalagnir líka, já, í bílastæðum og það sem verið að fara með börn til dæmis inn í leikskólanum og svona. Að það sé huga vel að því strax í upphafi að það séu hitalagnir upp á snjó og slíkt, sérstaklega á veturna. Svo kom ein athugasemd líka hérna í lokin varðandi starfshópinn. Að það kom ábending það að það vantaði kannski fulltrúa frá íþróttafélögunum eða eitthvað sem í íþróttastarfi til að koma inn í hópinn og svona hugmyndir það hvort að það myndi þá gerast hugsanlega á seinni stigum. Já, þá held ég að ég sé komið með það sem að við ræddum í okkar hópi. Takk fyrir það, Kristín. Þá það hópur C, það Birgir og Jón. Já, takk Ágúst. Ég hélt nú fyrst að Kristín væri nú bara að lesa upp úr mínum punktum hérna áðan því að þeir eiga óbóðslega mikið sameiginlegt, þessir punktar sem hún las og það sem ég er búinn að skrifa niður. Þannig að ég ætla svona að renna bara hratt yfir það sem að mér fannst ekki koma fram með Kristínu. Það komum eiginlega niðurstaða hópsins var að við viljum ekki hafa íþróttavöllinn þar sem hann er. Hann á að færast. Það býður upp á miklu meiri möguleika á uppbyggingu skólasvæðisins. Það er mjög mikilvægt að færa umferðina út úr útskálum, kom fram líka. Það voru miklar áhyggjur sem að mynduðust líka ef að íþróttavöllurinn verði færður, hvort að það muni hafa einhver áhrif á uppbyggingu skólans eða uppbyggingu íþróttastarfseminnar til framtíðar. Það komu áhyggjur af mötuneytinu eins og það er í dag og vel skiljanlegt að við vildum færa það yfir í miðrými ef út í það er farið. Mötuneyti í dag er alls ekki ákjósanlegt. Það kom upp spurningar hversu langan tíma tæki að gera völlinn nothæfan ef við förum út í mýrina með hann. Hæðir á byggingum, það kom upp hugmynd hvort við getum gert kjallara í miðrýmið eins og við sáum það fyrir okkur á hugmyndum 4 til dæmis. Hvort að þeir innangengt úr þeim kjallara yfir í íþróttasalinn beint. Við höfum nú rætt þetta líka og þetta er eitthvað sem kemur bara fram í áformum okkar síðar. Það var einnig talað kaupin á þessum húsum sem að standa við Þrúðvanginn. Það var sameiginleg niðurstaða flestra að við þurfum að vera frekar stórhuga heldur en að sníða stakkin og þröngt. Mynd 7, eða möguleiki 7, hann veitir ekki möguleika á stækkun leikskólans til dæmis ef út í það er farið. Og ef við hendum hlaupabrautum í burtu þá er þetta að stækka völlinn en ef við hindrum frekar uppbyggingu skólana með því að færa ekki völlinn. Og sparkvöllurinn kom til umræðu líka, núverandi staðsetning er ekki að virka vel vegna eineltismála og vegna vaktmála starfsmanna bara hreinlega. Verður félagsmiðstöðin partur af svæðinu eins og kom fram með Kristínu áðan. Og fólk sammála það væri mjög gott að nýta svæðið í þá starfsemi líka. Eldri borgarar gætu þeir komið inn til dæmis inn á bókasafn eða einhverja starfsemi tengda samnýtingu við skólana. Aðgengi almennings inn á skólalóðinni er ekki ákjósanlegt og fórum aðeins yfir það. Ef að leikskólinn fer af núverandi stað þá er möguleika sundlaugin stækki eða svæði tengt sundlauginni. Við sjáum fyrir okkur líka í þessum nýju byggingum skólans að það verði pláss fyrir verknám eða fyrir FabLab eins og það var orðað. Spurningar sem komu líka hvenær er hægt að byrja á framkvæmdunum. Nauðsynlegt að hafa sérstök bílastæði fyrir starfsfólkið. Og svo kom í lokin þegar við fengum hennan aukafrest þarna til umræðuna af hverju verið að leggja áherslu á að byggja upp fullkomin íþróttavöll hér en ekki að sameina starfsemi hér og meðal annars í Hvolsvelli. Íþróttir eru forvarnir og því að ekki að spara á þeim vettvangi. Og svona lokaorð hópsins voru sem sagt að það ætti bara að byrja á færslu íþróttavallarins og að hafa rými í nýju byggingunum alls ekki og lítil og mynd 4 virtist vera vinsælasta myndin. Takk fyrir.
Já, takk fyrir Birgir. Þetta hefur verið fjör hjá ykkur eins og okkur hinnum. Frábært að heyra hvað margt sem kom fram. Þá er það hópur D, það er Tómas og Björk. Já, heyrðu, það var greinilega jafn gaman hjá öllum hinum eins og okkur. Skemmtilegar umræður, jákvæðar. Varðandi svona, hvað maður að segja, við bara byrjum á umfrá aðkomu. Ég held að flestir hafa verið á því að það er mjög gott að reyna að færa umferð sem mest gegnum þingskólana og þeim megin að. En það er alltaf þetta menn sáu svolítið að það var svolítið þröng aðstaða svona eftir teikningum. En það var kannski svolítið hávær umræða í hópnum hjá okkur varðandi íþróttavöllinn. Menn höfðu áhyggjur af færslunni, áhyggjur af því að það væri að honum yrði kastað fyrir róða að yrði ekki byggt upp þá í tíma ef að menn fara á stað. Það voru gríðarlegar áhyggjur af því. Eins kom þessu umræða uppkaup á þingskóla á Þrúðvangi 8 og 10. Á það undir skólasvæðið. Það var töluverð umræða það að af hverju verið að setja leikskóla inn á þetta svæði. Það var svona svolítil umræða og þá var spurningun það, má hann fara eitthvað annað, 8 deilda leikskóli upp á Sand eða hvernig sem það er. Bílastæði, menn höfðu áhyggjur af því að bílastæðum myndi fækka. Þröng aðkoma á bílastæði, það er sérstaklega fyrir þá atburði sem eru í íþróttahúsinu, erfidrykkjur og þorrablót eða þær samkomur sem þar eru. Aðkoma, kannski hluti af því það að menn þurfa að gera ráð fyrir góðri aðkomu að verðandi eldhúsi, aðstöðu. Það var tekið sérstaklega fram. Aðkoma að þessum byggingum sem eru til staðar. Einnig voru aðilar sem komu með það að í raun og veru langaði að sjá betri íþróttavöll, betri íþróttaaðstöðu heldur en hún í dag. Aðilar sem koma úr öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu vildu sjá það fyrir sín börn að það væri betri aðstöða heldur en í dag. Stórhuga hugmynd kom upp með það að byggja með sveitarfélagi með Rangárþing eystra þá knattspyrnuvöll og Strönd. Þá gervigræsvöll í samvinnu með Rangárþing eystra og vera þá með minni völl hér. Þannig að það eru svona ýmsar mjög skemmtilegar og jákvæðar hugmyndir sem komið fram. Eins og í fleiri stöðum þá var sparkvöllurinn, myndi hann færist hann. Eins varðandi það sem að vera innan skólasvæðisins, mikilvægt að bókasafn og sú aðstaða sé aðgengilegt bæði fyrir utanaðkomandi og skólafólk. Þannig að það sé á svæðinu. Svo líka þessi uppröðun á framkvæmdum, verkröðunin, verður íþróttavallalaust, verður íþróttavöllurinn
eins og ég sagði áðan, verður honum fórnað, verður menn íþróttavallalausir í eitthvað tíma. Það er gríðarlega mikla vangaveltur og menn höfðu áhyggjur af íþróttavellinum og það yrði þröngt um hann þegar miðað við allar þessar tillögur í raun og veru. Þannig að en það var svona svolítið skipta skoðanir, aðilar sem komu fram með það að gott að hafa skólann, báða skólana, íþróttahús, sundlaug, tónlistarskóla, allt á sama stað. Þetta voru svona aðeins skipta skoðanir, jákvætt að hafa allt á sama stað, en líka erum við að setja mikið inn á þetta svæði með því að vera með skólan, íþróttahús, skólan, leikskólan og íþróttavöllin á þessu svæði. Það var svona kannski áhyggjuefni manna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Tómas. Þá erum við búin að fara yfir þessar niðurstöður sem við getum kallað úr öllum hópunum og við ætluðum okkur að ljúka íbúafundinum fyrir klukkan 21:45 í síðasta lagi og ég held að það allir bara hafast. Þannig að þetta er bara allt að gera sig hjá okkur. Það þarf svo sem ekki að hafa mörg orð fleiri. Við erum búin að eiga hér mjög góða stund saman, finnst mér, og þessi íbúafundur hefur heppnast bara vonum framar og örugglega er þetta komið til að vera allavega í bland við svona hefðbundna fundi og þetta allavega virðist alveg geta virkað. Við ætlum sem sé að þessar gögn sem að verða hérna til, niðurstöðu vinnuhópanna, það verður tekið saman og birt þá væntanlega á heimasíðun okkar, bara með öðru efni þetta mál og þetta er ómetanlegt efni inn í áframhaldandi vinnu við að koma þessu verkefni áfram. Það eru þetta ótalmargar spurningar sem við stöndum frammi fyrir en þetta er nú afar spennandi og bara gaman að takast á við þetta þó að þetta sé flókið. Ég vil þakka ykkur öllum kærlega fyrir þátttökuna og að því sögðu bara segi þessum íbúafundi lokið. Takk fyrir. Kærlega.